Síðustu gíslarnir sem voru í haldi Hamas-samtakanna komu til Ísraels í dag. Bandaríkjaforseti segir daginn marka nýtt upphaf í Miðausturlöndum. Miklir fagnaðarfundir urðu með gíslum og ástvinum þeirra. Tvítug kona sem ólst upp við heimilisofbeldi segir að ræða þurfi við börnum þessa tegund ofbeldis sem sé oft falin. Stjórnvöld vinna við að samræma viðbrögð þeirra sem koma að ofbeldismálum tengdum börnum. Draumur nýjan miðbæ rætist á Hornafirði eftir að samkomulag náðist við þróunarfélag uppbygginguna. Félagið Landsbyggð, sveitarfélagið og fjárfestar taka höndum saman. Og næringafræðingur gagnrýnir markaðssetningu fæðubótarefna sem ætluð eru börnum. Forsvarsmaður segist fagna gagnrýninni en segir hann að þó byggjast á misskilningi frekar en staðreyndum. Gott kvöld. Allir 20 gíslarnir sem voru í haldi Hamas-samtakanna á Gaza og eru enn á lífi eru nú